og fremst laktósafrí. Komið sæl, við byrjum að vanda á yfirlitskortinu og sjáum að það eru nokkrar lægðir þarna langt suður í hafi sem að líta nú svona hefðbundið út en lægðin yfir Íslandi er orðin svona ansi umgengin hérna í kringum landið. Það er áfram hæði við Grænlandi sem að bæir þessum miklu lægðum að mestuleyti frá landi en við sitjum eftir í svona norðlægum áttum og frekar svölulofti og það má áfram búast með einhverju úrkomu við norðurströndina. Hér sjáum við liti sem tákna vindhraða, grænu litirnir eru vindur undir 8 metrum á sekúndu og eftir því sem verður blárra og síðan fjórublára þá eykst aðeins vindurinn þannig að það er búist við að hvessi síðdegis á morgun af norðvestri við norðurströndina og síðan þegar líða tekur á föstudaga þá má búist við því að verði aðeins hvassara við suðaustur ströndina en annars er nú yfirleitt svona fremur hægur vindur á landinu. En það er búið að vera bjart að litast hér á suðvesturhorninu í dag og verður áfram í kvöld og nótt og það þýðir að það verður talsverð útgeislun. Það herðir þá á frosti og í fyrramálið ætti að vera bjartviðri og frekar hæg norðlæg átt en talsvert frost sums staðar á svæðinu. Eftir því sem förum norðar þá hlýnar heldur sem er nú kannski óvenjulegt en kemur til af því að vindur stendur þar af hafi og það er nú ekki svo kalt yfir sjó þarna norður af landinu eins og staðan er í dag. Það er lítilsháttar élaloft á ströndum og mögulega aðeins við Húnaflóa líka en bjartviðri við Breiðafjörð og á Barðaströndinni. Hitinn svona réttum og undir frostmarki og vindurinn svona 8 til 13 metrar á sekúndu. Og svo förum við austar og það eru líka lítilsháttar éljagangur sérstaklega við norðurströndina, líklega skýjað með köflum inn til landsins en bjartviðri á Austfjörðum svona með við þetta. Það herðir á frosti eftir því sem við förum inn í landa á norðanverðu landinu og gæti orðið 12 til 15 stiga frost mögulega aðra nótt í Mývatnssveitinni. Það er heldur hlýrra að litast á suðaustanverðu landinu og frekar hæg norðlæg átt en það er þó þannig að það verður væntanlega svolítið kalt í fyrramálið einmitt þar sem útgeislunin kemur til með að hafa mest áhrif og gæti orðið 5 stiga frost í Vík í Mýrdal. En síðdegis á morgun þá kemur hérna lægðabóla aðeins upp að Langanesi má segja og hún ber með sér svolítið samfellda ofankomu og aðeins hvassari norðan eða norðvestanátt á norðanverðu landinu má segja frá Skagafirði og til austurs að Langanesi en annars staðar á landinu er áfram útlit fyrir bjartviðri og svona fremur hæga norðlæga átt en við sjáum að það er ennþá frost í flestum landshlutum helst að ná að fara aðeins upp fyrir frostmark hérna suðaustan til. Á föstudaga þá er nú svipað veður í kortunum norðlæg átt og éljagangur við norðurströndina. Áttin er þá norðaustlæg víðast hvar en aðeins vestan átt í þessu hérna við norðausturströndina sjálfa kannski á Austfjörðum. Norðaustan áttin hún heldur nú skýjum yfirleitt frá hérna suðvestan til og útlit fyrir bjartviðri á þeim slóðum. Á laugardaginn útlit fyrir að verði bjartviðri víðast hvar landið. Spárnar í dag gerir ráð fyrir því að lægðin sem ætlaði svona hafa aðeins áhrif á skýjafærið austan til með að við spár í gær, hún er komin fjær landi þannig að það er útlit fyrir að við sleppum að öllu leyti við þá lægð en eins og að sjáum það kólnar enn frekar. Á sunnudag er útlit fyrir að það komi ný lægð svona langleiðina upp Grænlandssundið og það snúist þar með í svona suðaustlægar áttir þykkna aðeins upp hér allra vestast en verði þó bjartviðri víðast hvar á landinu svona allavega framan af sunnudeginum. En það er sem sé norðvestan eða norðaustanátt á morgun, sérstaklega í fyrramálið, bjartviðri hér sunnan og vestan til en ofankoma að einhverju leyti með norðurströndinni. Það bætir síðan í snjókomu og hvessir á norðvestri, norðaustan til þegar líða tekur á morgundaginn. Snjórinn sem hefur fallið undanfarna daga, hann er nú líklega frekar léttur, þannig að það þarf ekki mikinn vind til þess að fara að skafa, svoleiðis að það gæti nú verið svolítið skafrenningur, sérstaklega fjallvegum norðan til á morgun. Verið sæl.